Þá gætu áhorfendur verið samankomin til þess að heyra vitnisburð, vitnisburð þetta sem að Drottinn gaf mér, eða opinberun réttar sagt. Þetta gerðist fyrir eitthvað 12-14 árum síðan, að þá var ég sem fyrr að ganga til hvílu minnar og lagðist út af og var svona við að festa svefn þegar Drottinn opinberaðist mér í dýrð sinni. Hann steig niður og ég sá hann ekki eins og ég sé með augunum mínum, ég sá þetta í anda mínum. Ég sá þegar hann steig niður til jarðarinnar allt óennara sveldi. Og hvað sá ég? Ég sá breiðurnar af þessu veldi óennarins liggja og grúfu og Drottinn standa gnæfa yfir þeim í allri sinni dýrð. Og þetta illa afl, það bar þvílíka virðingu fyrir því sem það sá og varð vitni að það þorði ekki að æmtani skremta og varla að draga andan. Og eins og ég sá þetta, þá láði þetta allt með grúi andliti ofan í drullinu eins og ég segi og hreyfði sig ekki. Og þessi sýn, hún varði alla nóttina og ég var svona milli svefns og vöku þessa nótt. Í marga klukkutíma var þetta það sem ég sá. Drottinn stóð þarna yfir og með þetta óvenir sveldi liggjandi við fætur sér, hreyfingarlaust, án neins sem það bærðist ekki á neinu, að virðingunni einni saman fyrir Drottni. Og það veit alveg hver Drottinn er. Það veit að einn daginn kemur frá honum bending sem það getur ekki vikið sér undan og þekkir hann út og inn. En við aftur á móti mennirnir skiljum og skynjum ekki málið svona og dirfumst því stundum að hróka okkur upp gegn þessu óskaplegu afli sem Kristur er. Já, vinir, hann umbur okkur margt og leyfir okkur margt. Þegar ég sá þetta blasa við augum mínum, gerði ég mig grein fyrir því og þeirri stund að frammi fyrir Drottni Jesú er Satan ekki neitt, bara stórt 0. Og þetta er raunveruleikinn sem að trúin er alltaf að reyna að sannfæra mig og þig að er. Og núna þegar við sjáum svona eins og ég sá þetta gerast, skilum að betur ritningavers, það sem segir, meiri er hann sá sem er í mér, heldur hann andi heimsins. Andin sem býr í mér, heldur hann andi heimsins. Og hvað andi býr í mér? Heilagur andi. Frá Guði, frá þessu afli þegar þarna stér niður, næfði yfir allt óvinnarisveldi sem lá í duftinu og þorði ekki að hreyfa sig, hvað þó heldur meira. Þvílík var virðingin. Og svona var þetta alla nóttin eins og ég saði. Ég stóð þarna eða lá í rúminu mínu gjörsamlega agndofa af hrifningu og því sem ég var vitni að. Og svo talaði hann undir lokin við mig persónulega, sem ég ætla ekki að segja hvað það er, bara eina litla setningu. En þetta hefur ekki gengið í uppfyllingu hjá mér prívat vegna þess einfaldlega að ég hef ekki stigið þetta skref sem þarf að stíga til að þetta verði mitt. Og í öll þessi ár hefur þetta ekki orðið mitt, en ég veit ástæðuna. Drottinn er alltaf með reglulegu millibili, minni mig á það sem hann sagði, en ég hef ennþá ekki stigið þetta skref, kannski vegna þess að ég sé ekki alveg að mér langinni til þess að stíga þetta skref, en allavega er það ljóst að Drottinn er ekki að hindra mig í því sem er kannski að hindra mig í. Hann er búinn að gefa sitt leyfi eins og sagði,
Og það var meira sem var merkilegt við þetta andartak eða þessa nótt sem var svefnlaus eða ekki svefnlaus, jú svefnlaus en ég var svona milli svefns og vöku, var að dýrðin yfir þessari stund var slík að ég forðaðist eins og ég gat þann dag að tala við nokkurn mann. Ég var ekki einn á þessum tíma, fullt af fólki í kringum mig, en ég vissi þetta að mér myndi nú ekki takast það nema einhvern skamman tíma að forðast alla, en ég reyndi það og segi það satt að gera það eins lengi og ég mögulega gat, vegna þess að ég vissi að undir eins og einhver færi að tala við mig, þá myndi þessi dýr fara, þannig séð þessi dýr sem var yfir mér akkurat þá og þeir skilja sem upplifa að hafa. Ég er ekkert einn að hafa upplifað þetta. Og svo gerðist það að ég gat auðvitað ekki verið þegjandi þarna frammi fyrir fólki sem var að reyna að tala við mig og ég og endanum auðvitað opnaði munn minn og talaði og þá líka fór það. En varð eftir í minningunni, eins og ég er að segja ykkur þetta núna, og ég ennþá upplifið þetta dýr, ég sé ennþá Drottinn standa og þetta illa afl eins og lagði sig, liggja við fætur hans með andleiti ofan í drullinni og ekki þorandi að hreyfa sig né æmta né skremta. Og ég uppgötaði það að var það virðingunni einni saman sem þetta afl þagði. Það veit aflið sem býr í Drottni. Biblían talar þetta afl, en okkur gengur misjafnlega að trúa þessu sem öðru sem Biblían segir, en er raunveruleiki. Svona er þetta í Guði. Og þetta undirstrekar máttinn sem í okkur býr, sem að undirstreka það að í honum getum við raunverulega allt. Þetta afl veit það. Ég sá það, var vitni að því. Og þetta líka áréttar það fyrir mér og ég skil það betur hví það leggur alla sína áherslu á að taka mig og þig úr umferð sem trúaða menn. Þegar það býr í okkur þetta afl sem fær þá til að leggjast í duftið. Þegar Kristur býr í okkur. Hann býr í þér, kæri vinur. Veistu það? Þetta er það sem að trúin er alltaf að árétta við okkur. Og Drottinn í kærleika sínum og elsku leyfir okkur að sjá alls konar svona vegna þess hann er að segja við mig og þig, ég er ekkert að djóka með þig og okkur mig saman. Þetta er alvöru mál. En hann vill að okkar líf sé til blessunar og heilla og þess vegna talaði hann þessi orð í restina sem ég veit hver eru, en hefur ekki gengið í uppfyllingu vegna þess að hann veit það og ég svona sumpart að þetta mun bæta lífið mitt nokkuð. En ég hef ekki stigið þetta skref. Ég hef alltaf hopað undan ef ég ætla að fara út í þetta eitthvað. Kannski verður þetta eitthvað setna, ég veit það ekki. Ég skulum bara biðja inn í það. Ég ætla ekki að segja ykkur hvað þetta er því að það er bara mitt mín og Guðs. En þú getur beðið samt fyrir því að við erum bæna fólk bæði tvö og viljum gera það sem er rétt í Jesú nafni. En þetta er vitnisburðurum minn í dag. Hann er kannski svolítið svona flöktandi og ekki alveg ljós, en opinberaði mér og kannski þér sem heyrir afl Drottins og hver þetta illa afl er vanmáttugt og bara eitt stórt 0 andspænis honum. Þetta er það sem hann vildi að ég viti og nú er ég að segja þér þetta vegna þess að hann vil að þú vitir þetta með mér. Og svona er þetta bara. Þetta er staðan og núna skiljum við betur reikningaversið að andinn sem er í mér sé meiri heldur en andinn sem er í heiminum. Við förum oft með þetta, ég sé þetta hvernig þetta virkar. Ég sá það þegar þetta illa afl lá frammi fyrir Guði í skelfingu, í hreinni og beinni skelfingu, því að þekki kraftin sem við mennirnir þekkjum ekki nema lítillega.
og dirfust því að rókast upp gegn þessu mikla afli sem bending frá sendir okkur bara hvert sem það vill. Slíkur er krafturinn, slíkur er mátturinn. Þegar allt svona laga getur auðvitað undirstrikað mikilvægi trúarinnar fyrir manni, hvort sem er mér eða þér, og líka að við vitum núna hverjum við ættum að vilja lúta. Ég vil lúta Drottni einum. Og ég fengi undirstrikun og áréttingu það að það er það sem ég á að gera sem manneskja í Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir ekki meira að sinni, og ef Drottinn bendir honum og rifjar upp fyrir honum fleiri vitnisburði, þá er hann fús til þess að láta þig heyra hann og biður þig að biðja áfram með honum inn í þetta mál, því aldrei að vita hvað Drottinn hefur fyrir stafni í Jesú nafni. Amen.